Þegar við reiknum hvað það kostar að taka lán, þá eru nokkur atriði sem við þurfum að huga að. Hérna sjáum við, ég ætla að taka 1.000.000 í lán á 15% vöxtum, ég er búinn að skrá það hér í tugabroti. Það er lántökugjald, það er greiðslugjald og ég ætla að borga þetta á 12 mánuðum. Það sem við byrjum með er, og þetta er misjafnt eftir lánum og lánastofnunum, ég byrja náttúrulega með lánið, en stundum borga ég lántökugjaldið bara með fyrstu afborgun, þá er hún hærri sem því nemur, eða við dreifum því með hinum afborgunum og lántökugjaldið verður í raun bara hluti af láninu, þannig að lánið er ekki 1.000.000 heldur 1.004.900 krónur. Stundum eru lántökugjöld prósentutala, oftast í dag er þetta föst krónutala. Þannig að þetta er lánið. Afborgun er þá að taka lánið og deila í fjölda mánaða. Og við ætlum að taka aukastafinn af. Vextirnir, muniði, þetta eru vextirnir á ári, en ég þarf að reikna vexti á mánuði. Þá ætla ég að gera það hér, vextina deilt með fjölda mánaða, því að þá sjáum þetta er ekki nema 1,25% vextir á mánuði. Þannig að þá þarf ég að gera það sem ég skulda, sem er höfuðstóllinn í upphafi þessa mánaðar, sinnum vextirnir fyrir hvern mánuð. Síðan er greiðslugjaldið alltaf sama tala. Greiðslugjald er í raun gjald sem við borgum fyrir að fyrirtæki sem lánar okkur penning, hvort sem það er greiðslukortafyrirtæki, banki eða eitthvað önnur stofnun. Þeir þurfa að reikna þetta út í hverju mánuði hvað á að borga og þeir mega rukka fyrir það eins forvöld og það hljómar. Hvað þarf ég svo að borga? Jú, auðvitað borga ég afborgunina af láninu, það sem lánið er að lækka Ég þarf að borga vextina og ég þarf að borga greiðslugjaldið. Ég þarf að leggja þessa 3 reiti saman. Ég ætla að fjarlægja aukastafina hér. Nú ættu við það ekki að geta dregið þetta niður. Nei, næsti mánuður byrjar hann í því sama. Nei, hann er þessi mánuður mínus afborgun, af því ég lækkaði lánið afborgun. En sjáu þið, ég var að borga 83.442 á láninu, en ég þurfti að borga 97.000. Þannig að það er meira. Afborgunin er alltaf svo sama. Vextirnir, og ef ég dreg vextina niður, sjáu þið, þá fer þetta í þvælu, vegna þess að hún fer alltaf að leita á sama stað. En get ég dregið þetta niður þannig að þetta verði til friðs? Já, ef ég fer hérna inn í, af því að ég ætla að festa reitin C2, það ger ég með svona dollaramerki, fyrir framan C og fyrir framan 2. Nú er ég búinn að festa, nú sækjar hann alltaf í þennan reit, nú get ég dregið þetta niður. En það kemur náttúrulega ekkert hér því að það vantar þessar tölur hérna. Ég ætla að draga þennan niður af því ég var búinn að segja sækja alltaf töluna fyrir ofan og ég ætla að draga þennan niður því það var alltaf þessi tala mínus. Greiðslugjaldið skulum við bara festa þannig að við sækjum alltaf sömu tölu. Og þegar ég er búinn að festa þetta þá get ég dregið þetta niður. Og þetta er svona. Og ég ætla að prófa að draga þennan einn í viðbót. Sjáðu, af hverju kemur 0? Jú, því eftir 12 mánuði er ég búinn að borga þetta upp. Það sem að birtist okkur hérna er að höfuðstóllinn, hann lækkar og lækkar og lækkar afborgunina sem var 1/12 af því sem ég skuldaði. Vextirnir lækka af því ég er alltaf að borga þetta niður. En greiðslugjaldið er alltaf það sama. Þannig að ég er að borga alltaf meira en 1/12 af láninu af því ég er að borga vexti og greiðslugjald. Þannig að á endanum, hvað er ég að borga mikið? Munið, ég fekk bara 1.000.000. Þá skulum við leggja þetta saman hérna. Það sem að, og það ger ég með því að velja sum og velja þá reiti sem ég ætla að leggja saman. Heyrðu,
Ég er að borga 93.148 í ykkur gjöld, í vexti, greiðslugjald og þannig að þetta ég borga 1.093.148 krónur tilbaka. Kostnaðurinn er þá það sem ég borga mínus það sem ég ætlaði að fá upphaflega lán. Og ef ég vil finna hlutfallstölu kostnaðar, þar að segja hvað er þetta mörg prósent af, þá ger ég þetta deilt með upphaflega láninu sinnum 100. Af því ég vil ekki fá tugabort, ég vil fá prósentuna. Þetta er 9, við skulum hafa kannski bara 2 aukastafi hérna. Þetta er 9,31% sem það kostar mig, sem sagt 9,31% af því sem ég fekk lánað, það er kostnaður. Þetta er tala sem er mjög gjarnan notuð til þess að bera saman lán. Er þetta dýrt lán eða ódýrt? Með því að bera saman hver er raunverulegur kostnaður, þar að segja vextir og alls konar gjöld sem ég þarf að borga. Hvort þetta er dýrt lán eða ódýrt, það fer bara eftir vöxtunum sem að gilda í hvert skipti og það er breytilegt á milli ára. En eins og þið sjáið, það kostar að taka lán.